tíminn í nánd. Ég nú búin að segja mörgum þessa sögu, þannig að það sum ykkur sem hafi heyrt hana, en kannski mörg ykkur sem hafi ekki heyrt hana. Ég var svona rúmlega 20 og var á skólanum okkar Newbold College í Englandi. Ég var að fara heim, komin út á flugvöll og ég var svo heppinn að vera búin að fá mér góða aðdráttarlinsu, dálítið stóra. Og ég voðalega gaman af því, krakkar, að sjá flugvélar þegar að fara á loft og þegar að lenda. Svo ég fór upp á útsýnisþak og var þar með myndavélina og linsuna stóru og ég var að horfa flugvélarnar koma og fara. Og ég búin að tékka mig inn og það allt í lagi, svo ég notaði tímann svona fram að brottför og svo gleymdi ég mér. Ég var svo upptekinn að horfa á vélarnar koma og fara og allt í einu sé ég flugvélina mína út á brautarenda, tilbúin í flugtak og ég hugsaði mér, já, þá ég búin að missa vélinni heim. Þetta nú slæmt, mjög slæmt. Ég fór nú samt niður og vélinni farin. Æ. En þá kemur önnur kona og segir, heyrðu, það jeppi hérna niður á hlaðinu. Það eru 2 konur sem voru að koma á sjúkrahúsið, þurfa að komast með vélinni heim. Ef þú nærð jeppanum, Erling, þá kannski kemstu heim. Og ég hljóp niður og jeppin var þarna. Og ég fékk far alveg út á brautarenda. Það var settur niður stigi og við borð og við vorum varla sest þegar vélin fór af stað. Ég bara trúði þess ekki að ég hefði náð vélinni sem ég sá út á brautarenda. En ég var afskaplega þakklátur, en þetta kenndi mér þá lexíu, krakkar, að gleyma ykkur ekki og aldrei vera of seint. Og alveg sérstaklega ætlaði að ná vélinni. Mér dettur í hug þegar hann Erling að tala þetta, að eigum ekki alltaf að vera tilbúin. Á hverjum degi að vera tilbúin ef að Kristur allt í einu fær að koma. Þetta nefnilega það mikilvægasta. En við skulum finna okkur hérna einn sálm áður en að hann fær aftur að tala til okkar, númer 194. Ég ekki alveg viss hvaða lag þetta en ég vona að við getum sungið þetta saman.
Já, við erum alltaf að læra einhverja svona nýja sálma, allavega nýja fyrir mér. Ég hef aldrei sungið þennan sálm fyrr. En þá komið á honum Elling að hann ætlar að tala til okkar. Elling, gjör svo vel. Ég hafði hugsað mér að við myndum líta á boðskapinn sem okkur hefur verið falið að boða. Ég mun koma inn á ríkin 2 sem Biblían talar Guðs ríkið og himnaríki. Við höfum oft sungið á mótum að ég hef boðskap að bera út í heiminn. Og hver þá boðskapur 7. dags aðventista? Hægt að segja það í einu orði? Ég held að við getum gert það. Hvað þá boðskapur 7. dags aðventista? Í einu orði. Ég myndi segja fagnaðarerindið. Þegar Kristur hóf starf sitt hér á jörðu, þá byrjaði hann verk sitt svona, samkvæmt Mattheusi. Það í Mattheus 4:23. Hann fór nú alla Galileu, kenndi í samkundum þeirra, prédikaði. Hvað prédikaði hann? Prédikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi meðal lýðsins. Og hvað var þá fagnaðarerindið? Hvað prédikaði hann? Eftir freistinguna í eyðimörkinni fer Kristur til Galileu. Og eins og Mattheus segir frá því, upp frá þessu tekur Jesús að prédika og segja. Og hvað sagði hann? Gjörið iðrun, himnaríki í nánd. Hafði fólkið heyrt þetta áður? Hvað kenndi Jóhannes skýrari? Hvað prédikaði hann? Og aftur vitnum við í ritninguna Mattheus 3. kaflan og 2. vers. Og þar segir, á þeim dögum kemur Jóhannes skýrari fram og prédikar. Hann prédikar í óbyggðum Júdeu. Og hvað sagði hann? Hann sagði, gjörið iðrun, himnaríki í nánd. Var þetta fagnaðarerindið? Vissulega. Að sjálfsögðu. Ísraels menn höfðu beðið í margar aldir eftir að Messías kæmi. Og nú var hann kominn, hinn fyrirheitni frelsari. Engillinn hefði sagt við Jósef Maríu, heitkonu hans, hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum þeirra. Þetta fagnaðarerindið. Svo það spádómur í Galatabréfinu. Þar í 4. kaflanum og 4. versi. Páll að tala og hann segir, en þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn fæddan af konu. Það athyglisvert að sjá hvernig Markús setur þetta fram. Í Markúsar Guðspjalli 1. kaflanum á 14. og 15. versi.
Þegar Jóhannes hafði verið tekinn höndum, kom Jesús til Galileu og predikaði fagnaðarerindið Guðs og sagði: Tíminn er fullnaður og Guðs ríki er í nánd. Gjörið iðrun og trúið fagnaðarerindinu. Við sjáum þennan sama boðskap aftur og aftur. Tíminn er fullnaður. Tíminn er í nánd. Þessi boðskapur er grundvallaður á spádómnum í Daníelsbókinni 9. kaflanum. Hinar 67 sjöundir, það er að segja 67 vikur, sagði engillinn að ná ættu fram til hins smurða höfðingja. Í fyllingu tímans, tíminn er fullnaður. Hvað merkir það? Hvaða spádómur var að rætast? Í fyllingu tímans, tíminn er fullnaður. Í ritningunni er þessi spádómur sem segir fyrir nákvæmlega hvenær Kristur myndi koma í fyrsta skipti. Sá spádómur er líka komu Krists á hinum síðustu dögum, upp á ár. Nei, ég er ekki að tala að sá spádómur segir fyrir upp á ár hvenær Kristur muni koma. Heldur er ég að tala sérstaka komu Krists á hinum síðustu dögum. Við munum koma að því nánar. Þessi spádómur er mjög vel þekktur hjá sjöundags aðventistum. Þetta er spádómurinn 2300 kvöld og morgna og þennan spádóm er að finna í Daníelsbókinni 8. kaflanum á 14. versi og þar segir 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða kominn í samt lag. Hvenær byrjaði þessi spádómur? Hver var framrás hans og hvenær endaði hann? Og hvernig segir hann fyrir fyllingu tímans er Kristus skyldi koma og frelsa líð sinn frá syndum þeirra? Í Esrabók 7. kaflanum þá er sagt upphaf þessara 2300 ára. Það er að segja dagur í þessum spádómi merkir ár. Við getum séð það í 4. Mósebók, í 14. kaflanum á 34. versi og líka í Esekiel 4. kafla og 7. versi. En byrjun þessara 2300 ára er við tilskipun Artasasta Persakonungs árið 457 endurreisn Jerúsalem. Fyrsti hluti þessa spádóms eru 77 eða 70 vikur sem ákveðnar eru líð Guðs, segir í spádóminum. Það er að segja 70 vikur sem eru 490 dagar eða 490 ár. Og fyrstu 69 vikurnar, það er að segja 483 ár frá byrjun þessara 2300 ára til Krists hins smurða. Eins og segir í spádóminum frá því að orðið endurreisn Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja eru 77 og 62 sjöundir eða 69 vikur eða 483 ár. Hvað gerist þá? Í lok þessara 483 ára, það er árið 27 eftir Krist, þá kemur Kristur fram. Þá er hann skírður. Þá byrjar hann starf sitt sem stóð í 3,5 ár. Þá rættist spádómurinn
þá kom hinn smurði, það er að segja Messías, Kristur, þá kom hann fram, var skírður af Jóhannesi, smurður af heilugum anda og eins og Pétur segir að Guð hafi smurt Jesú heilugum anda og krafti og Kristur sjálfur sagði sjálfan sig, andi drottins yfir mér af því að hann hefur smurt mig, hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, fagnaðar erindið. En þá er ein vika eftir af þessum 70 vikum. Það eru 7 ár. Og frá árinu 27 eftir Krist, þegar Kristur hefur starf sitt, eru 7 ár fram að 34 eftir Krist. Hvað gerist þá? 70 vikur eru gefnar líð þínum, segir í spádómunum. Þessar 70 enduðu 34 eftir Krist. Hvað gerðist þá? Þá er það að æðsta ráð gyðinga innsiglaði afneitun þjóðarinnar, afneitun á fagnaðarerindinu, með að Stefán var grýttur. Þá fer fagnaðarerindið til heiðingjana. En það er meira í þessum spádómi. Miðja þessa síðustu sjöund eða þessa síðustu viku, á miðju tímabilinu frá 27 til 34, þar að segja eftir 3,5 ár, hvað gerist þá? Þá er Kristur krossfestur. Og það segir í spádómnum að þá muni verða afnumin sláturfórn og aðrar fórnir. Þá er táknmyndin komin á enda. Jóhannes sagði benti á Jesúm Kristus og sagði, sjá þar Guðs lambið sem ber synd heimsins. Þá er hennu sanna lambi fórnað. Hvað gerist þá? Hvað í raun og gerðist þá? Jú, munið eftir að bæði Jóhannes og Kristus sögðu, gjörið iðrun því að himnaríki er í nánd. Nú var himnaríki komið. Himnaríki, það er að segja ríki náðarinnar, byrjaði strax í upphafi þegar að maðurinn varð Guði ótrúr og syndgaði. Þá verður náðarríki til sem fyrirheit, sem loforð. En það er ekki orðið að raunveruleika fyrir en á krossinum. Því að Kristur hefði geta hætt við. Þá hefði bara verið fyrirheit og loforð sem ekki var uppfyllt. Páll póstuli í Hebreubréfinu talar hásæti náðarinnar. Þar sem er hásæti, þar er konungsríki. Þar er ríki. Og hásæti náðarinnar segir okkur að það er til hásæti, það er til konungsríki, það er til ríki náðarinnar. Já, það er til annað ríki.
Það líka talað hásæti dýrðarinnar. Það hið eilífa ríki þar sem að Kristur fær öll völd samkvæmt Daníelsbókinni. Það ríki dýrðarinnar. Það verður ekki stoppsett fyrir en við endurkomu Krists. En spádómurinn sagði að þá myndi, það að segja við lok 2300 áranna, myndi helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað þýðir það? Og hvenær enduðu 2300 árin? 490 ár voru gefin gyðingum og það endaði árið 34 eftir Krist. Hvað þá eftir af 2300 árum? Það eru 1810 ár, 1810 ár. Hvað gerist þá? Og hvar enda þau ár? Hvenær? Jú, við getum reiknað og núna það svo komið að flestir taka upp vasareikni. Maður á að hafa lært þetta í barnaskólanum. Að draga 490 frá 1810. 1810 árin bætast við árið 34 og þá komum við árinu 1844. Hvað gerist þá? Það mjög merkilegt. Ég er með tilvitnun þennan mikla atburð. Við lásum í upphafi: komin stund dóms hans. Daníel spámaður segir: ég horfði og horfði þar til stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhár hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogar og hjólin undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum.